Það er komið að septemberlesum fyrir hrút. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Fyrir byrjaði að athuga hvaða hrút ég er að tala við. Við fáum uppákomur, áskorunir, ögranir. Jú, ok. Fáum leiðsögn fyrir hrút. Og fáum mögulega framtíð fyrir hrút. Ok, tökum bæði. Ok, kæri hrútur. Mjög áhugaverð staða sem að kemur hérna upp strax í upphafi, en það er eins og þú sért svolítið að enduruppgötva lífið. Mér finnst eins og þú hafi farið í gegnum eitthvað svona ferli nýverið. Það getur verið síðasta árið, síðustu 2 árin í gær þess vegna. En mér finnst eins og að tiltölulega nýlega að þú hafir farið í gegnum svona hálfgert endurfæðingarferli. Þar sem þú varst að breyta lífinu, enduruppgötva lífið og komst bara svolítið ferskt út í umheiminn, svolítið eins og nýútklakið, svolítið hrátt og svolítið varnarlaust og berskjaldað. Og það er mjög skrítin staða til að vera í, sérstaklega að sé fullorðinn einstaklingur. Við búumst ykkur einn aldrei við því. En hins vegar þá er það góðs vitis að þú leitar til að það segir mér að þú hefur tekið mjög stórar ákvarðanir varðandi þín eigin lífsgæði og ákveðið að bæta þau og breyta lífinu og stíga bara svolítið fram á klettabrúninni og treysta því að lífið grípi þig þó þú farir frjálst fall í einhvern tíma. Þegar svo kemur maður svona nýútklakin út í lífið og að einhverju leyti til líður manni eins og maður viti ekki neitt, en á sama tíma þá öðlast maður svo nýtt sjónarhorn á hlutina að maður getur miklu frekar valið fyrir sjálfa sig það sem maður raunverulega vill og það sem að gera manni gott. Þannig að síðustu misseri hafa verið mjög áhugaverð fyrir þig og mér finnst eins og sért núna svolítið svona koma þér í þann gír að svona einhvern veginn svona komið þér af stað aftur, að hefja þér loft aftur, svona búið að ná einhverjum áttum eftir að hafa verið hér bara eins og nýfæddur hvítvoðungur, alveg splunkur nýr en samt sem fullorðinn einstaklingur. Það er rosalega skrítin tilfinning. En það ertu einhvern veginn tilbúið til að svona hefja þig á loft og fara að gera eitthvað og svona, já, svona vera þáttakandi í lífinu á þínum nýju forsendum. Og ég sé að það hræði þig svolítið og það er komandi til þín að þú munt upplifa svolítið af þessum tilfinningum að finnast þú ekki geta. Það verður svona að bjóða þér í þessu að þú sért að reyna að koma þér í gang, að þá einhvern veginn ertu ennþá pínu að upplifa eins og þú vitir ekki nóg, kunnir ekki nóg, getur ekki, höndlar ekki, meikar ekki og þú ert að setja sjálf þig í einhverja skorður og jafnvel fyrir suma þá kemur þetta bara fyrir það að því að þú ert búin að lifa lífinu svo lengi og einhvern veginn ákveðin hátt að þú finnst þér eins og kunnir ekkert annað. Þetta er bara eins og að finnast þig að því að þú ert búin að starfa sem bifvélavirki alla starfsævi þína að þá getur ekki verið neitt annað, en málið er að þú getur alltaf ákveðið að læra eitthvað nýtt og gera eitthvað annað. Ég meira þess að kynntust daginn manni sem að einmitt var bifvélavirki lærður og starfandi í mörg ár og hann ákvað síðan að gera nuddari og hann er nuddari í dag full time, er ekkert að fekta í bílum. Þannig að það er alltaf hægt að breyta.
það er alltaf hægt að taka bara uppeyju og snúa við. Þannig að mynda að þú ert ekki tjóðrað við þar sem þú varst áður og þú ert ekki tjóðrað við bara nokkuð skapaðan hlut nema sjálft þig. Þannig að í Guðanabænum verður gott við sjálft þig. Leiðsögnin er að akkurat þetta, stækkaðu sjónarsviðið, opnaðu hugan og leyfðu þér að sjá hlutina frá víðara samhengi. Þetta er alveg svolítið svona þegar maður er að mála mynd, að stundum þarf maður að stíga nokkur skref aftur og bak til að sjá heildarmyndina og til þess að meta hvort að maður sé sáttur með það ekki. Leyfðu þér að taka nokkur skref aftur og bak og horfa á hlutinu frá stærra sjónarhorni. Mér finnst þú vera að horfa svolítið þröngt og það er að halda aftur af þér. Þegar við horfum hérna fram á við, fyrir að fyrsta þá getur sagt þér að þú ert nú bara rétt að byrja. Það sem þú ert bara þú ert nýkomin úr egginu sko. Þú ert bara rétt að byrja. Þú ert að fyrir að læra alveg heilan helling og þroskast heilan helling og fá alls konar þekkingu og hæfni og hæfileika og rækta gjafirnar þínar. Það er svo margt sem þú átt eftir að gera og uppgötva. En þetta er svo styrkjandi fyrir þig og þú ert að fara að upplifa sjálft þig á svo nýjan hátt og upplifa sjálft þig sem sterkan einstakling. Svona raunverulega sterkan. Ég er ekki að horfa í líkamlega getu. Heldur við að tala sko styrkin í því að standa með sjálfu sér, gangast við sjálfu sér, bera ábyrgð á sjálfu sér, rækta sig, standa með sér og sínum mörkum og gildum. Að standa með sjálfum sér fyrst og fremst og að vera í jafnvægi og sinna sjálfu sér í jafnvægi þrátt fyrir að vera í umhverfi eða samfélagi sem elur á meðvirkni og elur á að við séum vond við okkur sjálf, að þá þarf gífurlegan styrk til þess að vera góður við sjálfa sig og rækta sig út frá sínum eigin gildum sem sjálfstæður einstaklingur. Og það er það sem er að opnast fyrir þér og það er það sem er svo fallegt. Og það er eitthvað sem að þú ert að stíga inn í til að læra og það mun alltaf eflast í þér. Af því ég sé bara mjög mikil styrkina framöndan sem er alveg magnað og gullfallegt. Ég vil fá smá meiri innsýn hingað inn og fá annan stokk. Einmitt. Það sem er svolítið áberandi í þessu öllu saman er mýkt og mildi og þetta er svolítið sérstakt sko, það er eins og sért á alveg ofsahraða að uppgötva að þú eigir þér þínar mjúku hliðar og meira að segja bara svona ofboðslega milda kvenlæga hlið og það skiptir engu máli á hvaða kyni þú ert sko sem persóna, hvort sem er kona, karl eða kvár, við erum öll með allar orkur í okkur og þegar ég tala kvenlæga orku þá meina ég að það er þessi mjúka, milda, svona umhyggju orka sem að bursi frá kyni, margir einstaklingar í samfélaginu okkar í dag eru bara alin upp við að hafna þessari orku. En það er eins og þú sért að uppgötva allt í einu bara já, þú býrð yfir bara fullt af mýkt og fullt af mildi og það er eitthvað sem að getur styrkt þig til muna og bara þessi mjúka tilfinning innra með þér sko, þessi vissa og innsæðið þitt, innsæðið tilheyrir svolítið þessari mjúku kvennorku að allt í einu geta sko farið inn á það og bara upplifað og vita hlutina innanfrá án þess að hafa endilega skýringu á því.
eins og ég segi, þetta er stórkostleg uppgötvun á mýktinni. Og mér finnst líka, sko, í þessu öllu sama tilfinningalífið þitt verður svolítið mikið, örugglega mikið af þess að þú ert byrjaði í þessu ferðalagi nú þegar, en tilfinningalífið þitt verður svolítið mikið og mjög flæðandi og þú myndir reka þig á í alls konar aðstæðum, allt í einu bara, sko, hellast tilfinningarnar þínar yfir þig og þú verður sennilegast, sko, myndi upplifa bara í gegnum tónlist, kvikmyndir, aðstæður að það hellist yfir þig bara þakklæti, kærleiki, hrifning, fegurð og jafnvel þannig að þú allt í einu bara fær tár í augun eða verður snortið og klökknar og þetta er allt svolítið nýtt. En þetta er alveg dásamleg gjöf af því að það er svo dásamlegt að geta verið í þessari orku og verið bara þannig að maður verður snortinn og klökknar yfir fegurð og að tónlist eða kvikmyndir eða hlátur í barni eða faðumlag viðvera með vini sínum að það geti sterkt mann á þann hátt að sálin syngur og maður fær tár í augun. Það er dásamlegt, það er ofboðslega fallegt. Og það verður í þessu ferli líka, þá myndu finna fyrir að fyrsta, það verða breytingar í kringum þig og svona í þínu nánasta umhverfi og nánustu heimilishögum að þá verða breytingar af því að það eru ekki allir í kringum þig núna sem að muni samþykkja þessar breytingar sem eru að eiga sér í stað og þú munt líka upplifa að þú samsvarar ekki lengur með öðrum sem að þú gerðir kannski áður eða jafnvel einstaklingar sem þú kannski samsvaraðir ekki með en þú umbarst bara að því að þér fannst þú eiga að gera það og alls konar svoleiðis. Þú munt alveg missa tengsl við einhverja úr lífinu sem að já þér þykir væntum en bara allt í einu passið þið ekki saman. Það verður alveg sárt á köflum en hins vegar það kemur alltaf annað í staðinn og við erum ekki að tala um að þetta verði einhverjir leiðindi eða sár missir eða eitthvað svoleiðis heldur bara það skapast fjarlægð. En eins og ég segi, það kemur svo margt annað í staðinn. Eitthvað sem að er þá á betur við þig og þú samsvaraði betur við í þessu nýfengna lífi sem að er búið að skapast hjá þér. Ég ætla að fá eitt spil hérna úr Soul Journey stofnun. Þá hér stutt skilaboð í lokin. Taka heim og saman. Og það kemur hér spilið Positive Attitude, Transform Negative Thoughts. Lítt og björtu hluganar. Það verður líka alltaf auðveldra með tímanum að líta björtu hluganar. Það fylgir þessari sjálfsrækt sem þú ert í og það er einmitt líka þess vegna verður ákveðin skilnaður við einhverja í kringum þig bara fyrir það að þegar maður er að kjósa að líta á björtu hliðarnar að þá fer maður að taka eftir hversu margir eru neikvæðir og maður hættir að vilja umbera það og á sama tíma fólk sem er mjög neikvætt í hugsun á oft erfitt með að vera í kringum jákvæða einstaklinga. En eftir bestu getu, leyfðu þér að vera jákvætt, leyfðu þér að líta björtu hliðarnar, reyndu að sjá það góða í öllu, sérstaklega í þínum eigin þroska. Þú ert á alveg dásamlegu stað, þetta er bara mjög ruglingslegu staður til að vera á núna, en þetta verður alltaf betra og betra. En þá ætla ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.